Nú ætlum við aðeins að skoða hvaða hlutverki svigar í reikningi gegna. Við reiknum alltaf sviga fyrst. Áður en ég kíki á dæmið hérna fyrir neðan, þá ætlum ég aðeins að sýna hvað ég á við. Ef við reiknum til dæmis 3 + 1 sinnum 4, þá á ég að margfalda áður en ég legg saman, þannig ég fæ 1 sinnum 4 er 4 + 3 gefur mér 7. En ef ég set sviga utan 3 + 1 sinnum 4, þá á ég að gera svigan fyrst. Þá fæ ég 4 út úr þessu, 4 sinnum 4 eru 16. En ég fæ ekki sömu tölu ef það er svigi þarna. Ef það væri svigi utan margfölduna, þá breytir það engu því á hvort þið er að gera hana fyrst, miðað við það sé ekki svigi annars staðar. Svíinn kemur alltaf fyrst. Þá erum við komin í dæmið. Harry Potter fer í búðina með 900 krónur. Hann kaupir leðurblökuvangi fyrir 300 og froskalappa fyrir 400. Hvað á hann mikið? Hann fer með 900 krónur og hann verslar. Þá þurfum við að draga frá það sem hann verslar. En við ætlum að setja það inn í sviga. Því við ætlum að taka það saman fyrst, hvað hann keypti, og draga það svo frá því sem hann kom með í búðina. Hann keypti fyrir 300 krónur og 400 krónur. Síðan reiknum við út að hann verslaði fyrir 700 krónur. 900 mínus 700 eru 200 krónur. Það margborgar sig og því raun eigið að skrá þetta svona niður. Skrifa hvað kemur út úr þessu þar fyrir neðan, hvað er eftir af dæminu. Þá bara þetta eftir, hvað kemur út úr því. Það er hérna. Ef hann er að skila einhverju, það er að segja segjum sem svo hann hefði farið með 900 krónur í búðina, keypt froskalappir fyrir 400, en skilað leðurblökuvangjum og fengið 300 krónur fyrir það. Þá hefðum við gert þetta aðeins öðruvísi. Þá hefðum við gert 900 mínus svíinn 400 því hann keypti það, svo skilað hann. Þá drögum við það frá. Sjáðu þið. Og þá er þetta ekki 900 mínus 700, heldur 900 mínus 100. Af því þetta kemur 100 út úr sviganum. En dæmið er ekki svona, þannig ég ætla ekki að láta þetta standa hérna. En þið áttuð ykkur á því, það skiptir máli hvort hann er að kaupa og kaupa eða kaupa og skila. En þið þekkið munin á því. 6 álfar fara á kaffihús og kaupa sér kakóbollu og tebollu hver. Kakóbollin kostar 200 krónur og tebollan 300 krónur. Hvað kostaði þetta alls? Hver og einn kaupir fyrir 200 plus 300, en þeir eru 6. Þá verðum við að setja þetta inn í sviga og segja 6 sinnum svíinn. Út úr sviganum kemur 500 sinnum 6. Þetta kostar 3000 krónur. Ef við höfum ekki sett svigaðan, 6 sinnum 200 plus 300, þá erum við komin í 6 sinnum 200 fyrst. Við höfum að gera margföldun áður en við leggjum saman eða drögum frá. Þá erum við komin í 1200 plus 300, það er 1500. Það er helmingi og lítið. Þannig að þetta er vitlaust á meðan þetta er rétt.